Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við ætlum næst að ræða eitt af málanna þessa dagana, þá stór frétt sem skall á okkur fyrir sléttri viku þegar Play féll og 20.000 íslenskra ferðalanga lentu í því að þeirra plön voru í fullkomnu uppnámi, margir sem hafa þurft að opna budduna og greiða stórfúlgur fyrir að skipta flug og það svona alls konar mál, álitamál og samfélagsmál sem að alls konar þannig spurningar og ég tók eftir því að skömmu eftir að Play féll þá skrifaði Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum færslu sem var svona brýning til Icelandair að misnota ekki þetta ástand sem upp komið og Breki komin hingað í það sem við köllum stundum neytendahornið og hér svona jafnaði á hálfsmánaða fresti. Vertu velkomin Breki. Takk fyrir. Hvernig var þér við þegar þú sást að Play var fallið? Við vorum að vona og svona upplýsingar bentu til þess að félagið myndi starfa til áramóta. Það var búið að fjármagna 3,1 milljarða og svona, getur þú lýst svona þínum tilfinningum? Já, mér var nú bara eins og held ég flestum bilt við og hugsaði strax til allra 400 starfsmannana og fjölskyldu þeirra. Já. Og síðan til strandaglópana og svo þeirra sem áttu pantaflug með Play. Já. Við hjá Neytendasamtökunum fórum strax í það að útbúa upplýsingar á netið fyrir fólk þannig að það gæti staðið á rétti sínum. Já. Og hann frekar skýr þegar að kemur að flugfélögum og þegar kemur að ferðaskrifstofum og sem betur fyrr erum við búin að innleiða tilskipanir Evrópusambandsins flug og ferðapakka eða eins og þetta heitir samtvinnaða ferðaþjónustu. Já. Þannig að þessar samevrópsku reglur þær eru að hjálpa mikið. Já, algjörlega og skýra bara málið mjög vel. Já. Og réttur neytenda góður. Já. En aftur og enn og alltaf þarf að standa á honum til þess að halda honum og strax komu upp einhverjar raddir heyrði ég núna helgina þar sem einhverjir voru að kvarta yfir að réttur neytenda væri of ríkur sem hann alls ekki en hverjir voru að halda því frá? Þetta voru forsvarsmenn í samtökum í ferðaþjónustunni og við sem voru að halda því fram að hugsanlega væri réttur neytenda og ríkur þegar kæmi að ferðaskrifstofum og þyrfti að breyta því. Já. Það svo sem betur fyrr stendur réttur neytenda ansi tryggt hjá Evrópusambandinu og við getum ekkert farið að breyta því sjálf nema að segja okkur þá frá EES samningunum Evrópska efnahagssvæðið og við erum ekkert á leiðinni þangað. Nei, það sem að vísa til það ekki það að ef ég kaupi ferð hjá ferðaskrifstofu og ég bara borga 500 kall fyrir þess að ferða inn í þessar hótel og alls konar þjónusta, gætaðar ferðir og afþreying og allt það, þá, og ég ætlaði að fara með Play og svona, að þá bara ég bæði með belti og axlabönd af því að ég keypti þessa þjónustu fyrir ferðaskrifstofu, var það ekki? Sko, jú, það fyrir eftir hvernig þú lítur á belti og axlabönd. Okay. Verði meiri háttar breyting á ferðinni, auglýstri ferð, þá áttu rétt á að falla frá henni og fá að fullu endurgreitt. Auðvitað á ferðaskrifstofan að reyna sitt ídrasta til þess að halda ferðinni óbreyttri eða þá eins nálægt því og upprunalega áætlunin eða upprunalega ferðin sem þú kaupir segir til þegar að verða svona
óeðlilegar og óviðráðanlegar aðstæður eins og fallplay augljóslega. Þá getur ferðaskrifstofan boðið þér einhverja aðra útgáfu af leiðinni en þú getur þá líka hafnað henni. Og það þarf að meta það kannski í hverju sinni hvort að verulega breytingu sé að ræða. Það að færa til flugum til annars flugfélags eða er nú ekki verulegt ef ekki mikill tímamismunur þar á milli. En ef það eru meiri háttar breytingar þá áttu rétt á því sem farþegi eða kaupandi samtvinnaðar ferðaþjónustu eins og þetta kallað. Þá áttu rétt á að falla frá og fá fullu endurgreitt og ferðaskrifstofan ekki heimilt að halda eftir einhvers konar staðfestingargjald eða neitt svoleiðis sem hún ætti rétt á ef engar breytingar væri að ræða. Já, og stóri munurinn á því að ef ég sjálfur búinn að kaupa ferð og ég sjálfur búinn að borga hótelið og aðra þjónustu að það ekki víst að ég geti fengið þann kostnað felldan niður ef ég sjálfur að brasa í þessu öllu sem að við gerum náttúrulega flest. En ferðaskrifstofan, hún tekur að mér höggið hvað þetta varðar. Já, það er náttúrulega einn kosturinn við það að nota ferðaskrifstofu að þá ertu vel tryggður þegar eitthvað svona kemur upp. Og það verður veruleg röskun á tilhöguninni. Og er það sem að sumir að kvarta yfir að réttur neytenda sé of ríkur? Já, einhvern þykir það við höfum heyrt þær raddir núna helgina. Og það hefur líka aðeins heyrst að ríkið eigi að stíga inn í og hjálpa ferðaskrifstofan. Já, það er það má eiginlega segja það að í COVID hafi orðið mikil breyting og til batnaðar. Þar var áður fyrir þá þurfti hver ferðaskrifstofa að vera með sína eigin tryggingu og sem þá tryggði hana ef eitthvað kemur upp á. En í COVID þá var tíminn notaður og það var stofnaður svona sameiginleg ferðatryggingasjóður fyrir ferðaskrifstofur og sem kemur til kastana ef að ferðaskrifstofa fer á hausinn þá er hægt að greiða þá út eða hjálpa fólki að komast heim eða hvernig sem það er í tilviki ferðaskrifstofa. Þetta náttúrulega sparaði ferðaskrifstofunum mikinn kostnað. Það var miklu ódýrara að vera með sameiginlega tryggingu af því að yfirleitt er ekkert svona, það fara ekki allar ferðaskrifstofur á hausinn í einu, heldur það oft kannski ein af ég veit ekki hvað mörgum, 50 stykkjum eða 100 stykkjum, ekki hugmynd. Þannig að höggið er dreift á alla en ekki bara á eina stofu. Þannig að það sparaði ferðaskrifstofunum mikið kostnað en það kemur bara til ef ferðaskrifstofa fer á hausinn. Já. Við vorum nú kannski forsjálli heldur en sumir aðrir fjölmiðlar. Ég var nú nýbúinn að gera þátt hvað ef play fellur og ræða við ferðamálastjóra bara vikuna held ég áður en þetta gerðist og hann fór svona yfir það að þetta er svona ekki á váskalanum eins og við þekkjum og við erum eftir að sjá hvort áhrifin á ferðaþjónustuna verða eitthvað gigantísk. Það er nú kannski ekkert sérstakt sem bendir til þess að það sem svakalega tökka ræða því það eru svo óbúslega mörg flugfélög sem að fljúga til Íslands þótt þetta sé náttúrulega tímabundið sjokk. En mér langar að ræða svona rétt einstaklingana og neytendana við þig. Við höfum heyrt alveg svakalega sögur. Ég er nú fastur gestur í sundlaugunum og maður bara nánast aldrei í heita pottinum að þess að fólk sé að segja einhverjar svakalega sögur.
Ég man eftir einni, sko, það var hérna sessunautur minn í heitapottinum, hann hafði þurft að punga út 160 krónum aukalega af því að hann var búinn að kaupa ferð með Play á ráðstefnu á Spáni og þegar Playflugið féll niður þá lenti á honum 160 krónum bara einn leggur aukalega að hans sögn, þarna í pottinum, ég selði ekki dýrar en ég keypti það. En fólk hefur sem sagt, margir hafa orðið fyrir alveg svakalegu tjóni sem kannski ekki svo mikið hægt að gera við, ekki hvað ykkur varðar. En sko á einhverjum tímapunkti var einhver svona virtist vera einhver óreiða með upplýsingar hvort þú værir að borga með kreditkorti eða debitkorti. Og mér langar líka að spyrja þig, eru einhver dæmi þess að fólk hafi greitt ferðirnar með peningum, bara seðlum og það sé þó allt tapað eða hvernig þetta? Nei, sko, já, ef þú greiðir með debitkorti eða kreditkorti þá er sem sagt tryggingar kortana sem greiða þér tilbaka þá það sem ef það ekki farið í flugið. Gildir einu kort eða debit eða kredit? Já. En ef þú hefur keypt gjafabréf þá er það í rauninni þó þú hefur gert það með korti þá er það bara almenn krafa í búið. Þannig að gjafabréf áhættu fjárfesting? Já, í rauninni. Já, áhugavert. Og þetta eitthvað sem svona einhver verkalýðsfélög hafa verið að bjóða sínum félagsmönnum að kaupa með einhverjum afslætti. Já. Og ég þekki ekki neinn tilvik í þetta skiptið en ég veit að þegar Vá fór á hausinn á sínum tíma þá voru margir sem sátu uppi með ónotuð gjafabréf og ég veit allavega að það voru einhver verkalýðsfélög sem bara endurgreiddu sjálf sínum félagsmönnum og tóku þetta á sig. Eða allir félagsmenn tóku það á sig þá. Kannski einhverju tilvikum reynir þetta svolítið á sómakennd. Já, jú, þetta gerir það. Og samkennd líka. Já, einmitt. En sko, það lítið við því að gera að óvænt fjárútlát hafi orðið eins og þegar þú þarft að bóka annað flug og það rosalega dýrt. En aftur að færslunniðinni að þú varst að brýna Icelandair þú varst að minna þá á að íslenskur almenningur hefur náttúrulega oft skorið Icelandair úr snörunni með opinberum stuðningi og þú var svona að, getur maður sagt, biðla til þeirra að sýna samfélagslega ábyrgð og hækka ekki upp úr öllu valdi þóttir gætu selt ferðir á mjög háu verði. Já, Icelandair eins og önnur flugfélög eru með svo kallað dynamic pricing eða kvika verðlagningu. þar sem verðlagning hækkar eftir sem meiri eftirspurn eftir því, og ég var bara bend á það að slík verðlagning er ekkert náttúrulögmál. Nei. Að í neyð fólks eins og núna, já, þá er ekkert náttúrulögmál að flugmiðar tvöfaldist í verði á nokkrum klukkutíma, eða jafnvel eins og maður heyrði að meðan að fólk var að kaupa meðana í þessum prósess. Að sama skapi þá er staðan allt öðruvísi núna heldur en var þegar að Vá fór. Mér minnir að Vá hafi verið með 30% flugfarþega þegar mest var. En Play er núna með 12% farþega. Hinga fljúga 27 flugfélög í hverju viku. Og við bara skoðum það daginn að í síðustu viku að lággjaldaflugfélögin, þau voru ekkert að hækka sín verð allavega ekki á pari við það sem Icelandair hækkaði. Nei. Við til dæmis að því að félagsmaður hringdi í okkur nokkuð reiður yfir því að hann þurfti að kaupa miða með Icelandair og það kostaði hann 200.000 krónur tæpar. Aðra leiðina frá Tenni. Aðra leiðina frá Tenni. Og þá fórum við nú og skoðuðum og sáum að
það var hægt að kaupa miða með EasyJet til dæmis á 45.000 krónur reyndar með millilendingu í Mílanó en 160 krónur sparnað algjörlega verður þess verið að millilenda já, og við skulum hafa það í huga að það ennþá virk samkeppni og við þurfum bara að nýta hana sem neytendur og veita þá aðhald ef að fólk til í að kaupa miða á 200.000 krónur þá eru seldir miðar á 200.000 krónur ef að fólk sættir sig ekki við það og kaupir í staðinn miða á 80.000 krónur þá mun verðið lækka þannig að við verðum að leita leiða til þess að veita aðhald og við getum gert það með því að velja ódýrari flug. En ekki netlæsi okkar og svona bara aðstæða okkar missöfn, til dæmis eftir aldri er ekki hætt á að fullorðið fólk svona þetta sem meiri frumskógur fyrir þau? Jú, og eflaust og líka vilji fólks til þess að millilenda að það er álag og fyrir sumum er það meira álag heldur en aðra. Og við búum ekki allir yfir tungumálakunnáttu kannski sem að dugar okkur vel? Já, nákvæmlega, þannig að jú, en ef við getum millilend og höfum tíma í það og tækifæri til að þá er hægt að fara miklu ódýrara heldur en með stóru flugfélaginu sko. Já, eins og þú segir, það skiptir máli að láta sér ekki bjóða einhverja afarkosti sem að kosta augun úr bara að vera vakandi yfir möguleikunum. Algjörlega og einum mitt eins og segir sko, að kunna að leita á netinu að ódýrari möguleikum. Já. En það búið að vera mikið að gera hjá okkur, er það ekki? Jú, þetta var málana allan í síðustu viku og ótrúlegt en satt, tók fram úr bílastæðamálunum, bílastæðabraskinu sem hefur verið svona er líklega stærsta mál ársins hjá okkur, er bílastæðabrask. Já, einmitt. Og við erum að eins og þú hefur einmitt verið að ræða við okkur, við erum það búið áður. Einmitt. Er eitthvað nýtt þar? Nei, en við erum svona að draga andan djúpt ásamt FIB og ÖBI og erum að íhuga vel næstu skref hjá okkur. Já. Svo styttist, svona rétt í lokin kannski Breki, það styttist í ögurstund. Það er þetta mál einstaklinga sem að vilja láta reyna á hvort ofurvextir eru löglegir eða ekki með stuðningi Neytendasamtakanna, mál sem hjá Hæstarétti. Er það ekki bara mögulega á næstu dögum sem að kemur dómur í því? Jú, það eru liðnar 3 vikur frá því að málið var tekið fyrir upptekið í Hæstarétti, endurflutt skulum við segja, endurflutt í Hæstarétti og að venju þá er kveðinn upp dómur 4 eins og fljótt sem auðið er en síðar en 4 vikum eftir að mál er flutt og þess vegna eigum við von á því að á næstu viku verði kveðinn upp dómur í vaxtamálinu. Mál sem við höfum garfað í frá því árinu 2019, rétt skömmu eftir að ég var kjörinn formaður, þá byrjum við að garfa í þessu og stefndum svo bönkunum 2021 og og við höfum farið með þetta til EFTA-dómstólsins í Lúxemborg og þetta er orðin löng ganga og löng meðferð og við erum mjög spennt að sjá hvað Hæstiréttur segir. Já, sá ég ekki á forsíðu Viðskiptablaðsins í síðustu viku að í versta falli fyrir bankana þá gæti þetta verið 60-70 milljarðar. Samkvæmt þeirra, það fyrir, samkvæmt eigin útreikningum bankana, þá nemur þetta 60-70 milljörðum króna kostnaðurinn. En við höfum alltaf haldið í fram að það fer reyndar eftir hvernig Hæstiréttur dæmir, ef hann dæmir neytendum í vil, þá þarf að ákveða hvað kemur þá í staðinn.
og það fer eftir því hvað kemur í staðinn. Það er nokkrir möguleikar. Það fer eftir því hvaða möguleiki er valinn, hvaða kostnaður þetta felur í sér og hvaða bætur neytendur fá fyrir það að allan að því við teljum að bankarnir hafi oftekið af þeim, af neytendum, af lántökum í gegnum tíðina. Og þú ert þá kannski með þessum orðum að gefa í skyn að það getur þið hærri fjárhæð? Sko, okkar útreikningar sýna, miðað við okkar íþróttakröfur, að þetta gæti numið alltaf 90-100 milljörðum. En aftur, við vitum ekki hvað Hæstiréttur gerir og þetta er allt ef og hefði og allt í viðtengingarhætti. En þetta er spennandi því þetta varðar náttúrulega allan almenning. Þetta varðar 70.000 lán og 2.500 til 2.700 milljarða króna lánin. Og já, þannig að þetta varðar háar upphæðir. En að því að þú nefnir sko að kostnað bankana, þá þetta er háar upphæðir, 100 milljarðar. En við verðum að muna það líka að hagnaður þeirra í fyrra var mun hærri heldur en það. Þannig að þó þetta sé háar upphæðir, þá er þetta ekki eitthvað sem mun skekja bankana sko. Þetta er hugsanlega tæplega eins árs hagnaður þeirra og þeir munu hugsanlega ekki geta borgað hluthöfum sínum arð í 1-2 ár en stóra málið er náttúrulega það að ef Hæstiréttur kemst af sömu niðurstöðu og EFTA-dómstóllinn og Neytendasamtökin að þá er gagnsæi tryggt í lánasamningum til framtíðar. Og það er náttúrulega stóri punkturinn. Vissulega er þessi oftaka bankana sem við í gegnum tíðina sem við erum að stöðva og fá endurgreitt, en við erum að stöðva þessa oftöku, sjálftöku til framtíðar. Og það er baráttan sem við stöndum í og það er það sem er bannað samkvæmt evrópskum tilskipunum lánasamninga og við viljum einungis að íslenskir lántakar standi jafnfætis evrópskum lántökum þegar kemur að vaxtabreytingum. Það er lokaorðin. Kæra þakki fyrir komuna, Breki Karlsson. Bestu þakki. Og gangi ykkur vel í þessu. Takk. Spennandi. Nú ekki vera langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér með nýjan kafla eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is